Fjöldi dugnaðarfólka gekk og hreinsaði upp rusl í tilefni jarðardagsins sem í dag. Leikkonan Edda Björgvins lét sitt ekki eftir liggja. Fjöldi dugnaðarfólka gekk og hreinsaði upp rusl í sínu nánastu umhverfi í tilefni jarðardagsins sem í dag. Hugrún Halldórsdóttir dreif sig út í góða veðrið og fylgdist með. Þessir ungu piltar fóru eldsnemma út og voru 10 komnir með dágóðan slatta af allskyns rusli. Víða borgina mátti sjá duglegt fólk með ruslapoka að vopni, þar á meðal þessa þjóðþekktu leikkonu. Komin út klukkan 6, byrjuði að þrífa og svo það mikla tómunar, það svo stutt frá. Og það var engin önnur en Vala Matt sem leit við til að gefa vinkonu gott ráð. Kom með þetta, þessi sem við þekkjum svo vel, sem eru góðu hrísgrjónapokarnir. Þetta er svo mikil snill. Þú veit þess að þeir eyðast í náttúrunni, hrísgrjónapokar. Vil ég smakka það? Í nágrenni við þær stöllur voru feðgar búnir að leggja sitt af mörkum í 2 klukkustundir. Við erum búin að tína 5 poka, 5 í fjölskyldu. Þannig að við erum konum okkar skerfi í dag. Og hvað dráðu ykkur út? Það var bara góða veðrið og svo myndi hann mig á þetta var í jarðardagurinn, þannig að við ákváðum að klára þetta bara. Og þegar Sigrún var búin að hreinsa til í garðinum sínum, færði hún út kvíarnar og vann óeigingjarnt starfi í löngu hliðinni. Mér finnst bara borgin ekki vera nóg verið friður. Þannig að þú ákast bara að taka þetta í þínar hendur? Já, allan þennan dag. Þó svo að margir hafi verið duglegir í dag eru mörg verkefni eftir. Til að mynda hérna í Hamrahlíðinni, það sem kennir ýmissa grasa. Hér hefur til að mynda nemandi skilið eftir bók, svo mátti alveg þrífa upp þessa skottertu sem hefur væntanlega verið hérna í dágóðan tíma. Margir ruslapokar fylltust í dag þegar fólk tíndi rusl í sínu næsta nágrenni. Sportkafarar tóku tiltektina skrefinu lengra og hreinsuðu til í hafinu. Fjölmargir borgarbúar tíndu rusl í nágrenni sínu í dag í tilefni af átakinu ein svört ruslafata. Einn þeirra segir sóðaskapinn fáránlegan. Sportkafarar ákváðu að nota þekkingu sína til að gera tiltektina viðameiri. Upphafsmenn átaksins tóku forskot á sæluna og tíndu rusl í nágrenni útvarpshússins við Efstaleiti í morgun. Þar var að finna ýmislegt stórt jafnt sem smátt og misgeðslegt. Átakið hófst síðan formlega í hádeginu og lögðu margir sitt lóð á vogarskálarnar, meðal annars Sportkafarafélag Íslands í Nauthólsvík. Ég held að vera 7-8 fólk, svartir, stórir, stærstu gerð. Og svo fór fullur hægis hjá okkur með draslið. Kafararnir tóku þetta svo skrefi lengra og fóru í smá tiltekt í sjónum. Og það alveg komið tími til að taka þar til líka. Það má ekki bara, hann tekur við endalaust draslið og það er ekki gaman að skoða draslið þegar maður er að kafa. Maður vill sjá hreina sjó. Sem hann greinilega ekki hér. En almenningur lét víða til sín taka, til dæmis við umferðarmiðstöðina og þar kenndi ýmissa grasa. Sígarettupakkar, kókomjólk, þetta er fáránlegt. Akkur hendur sig bara í ruslið, þetta er úðalega einfalt. Ertu að fara að stunda þetta eitthvað svona umfram þennan dag? Já, akkur ekki. Það býr hérna í miðborginni og búið að pirra mann mjög mikið allt þetta rusl. Þannig að ein manneskja breytir ekki heiminum, en þegar maður sér þetta gerast, þá verður maður meira með.